Jæja, kæru vinir, þá það Orri Ingþórsson sem ætlar að tala hormónaverferð 2020. Síðan mál, Orri, það ekki? Jú, þetta alltaf í umræðinni. Já, sveiflast mikið. Já. Gjörðu svo vel, Orri. Takk fyrir það, Gunnar. Já, góðan daginn. Þetta svolítið óvenjulegt að standa hérna og tala við sjálfan sig fyrir tómum sal. Það ágætt. Ég get gert þetta bara eins og mér sýnist. Til dæmis verið á grímu. Svona brjóta allar reglur. Já, takk fyrir að leyfa mér að tala aftur þetta efni. Ég var nú með fyrirlestur svipað efni fyrir 4 mánuðum síðan. Það voru svona sviptingar í þessum málum og ég var að viðurkenna það að auglýsingin var léleg klikkbeita en ég fór aðeins að skoða á blessuðu internetinu og rak augun í það að í kringum 1800 þá var verið að reyna að gefa ópíum og kannabis við tíðahvarfeinkenni og ég hugsaði með mér meiri vitleysa með þetta en á sama tíma hugsaði ég ókei, þetta kannski ákveðin vinkill að starta þetta þannig því að þetta gefur okkur smá hugmynd hvað við erum að fást við. Þetta undirstrikar hversu mikil óþægindi þetta tímabil getur valdið konum þegar við erum að fara að hugsa að gefa sterk verkjalyf eða fíknilyf til þess að laga þetta ástand. Og þetta var þetta á þessum tíma ákveðið galdralyf sem allt átt að bæta og menn voru ekki bara átt að sjá óheppilegum afleiðingum. Við eigum núna sem sé betri úrræði sem við búum að rannsaka mjög mikið og vinna mjög vel á þeim einkennum sem konur að fást við en eru jafnvel til bóta fyrir annað en einkenni. Forsendur fyrir tíðahvörfum getum við sagt að vera þetta hér sem kynþroskinn. Við vitum í sjálfu sér ekkert almennilega hvað það sem starta kynþroskanum en það sem við vitum að það byrja þessar reglulegu hormónasveiflur sem stýrt hormónasveiflur sem miða því að losa smá saman egg og alltaf til viðhalds tegundarinnar. Og þetta egglos, markmiðið svo sem egglos til þess að fjölga mannkynum og þetta stýrt af afturvirku stýrikerfi sem ákveðið samspil á milli eggjastokka og heiladinguls og undirstúku. Nú svona stutt skýringarmynd af því og við sjáum að eggjastokkarnir eru þarna í ákveðinu aðalhlutverki. Þeir seitra östrogeni sem hefur áhrif á kynfæri og önnur líffæri. Þessi östrogenseiting hefur síðan afturvirk stýriáhrif á undirstúku og undirstúkan framleiðir gonadotropin releasing-hormón sem hefur síðan áhrif á heiladingulinn sem framleiðir stýrihormónið fyrir eggjastokkarna og örvar eggjastokkarna til að framleiða fleiri egg. Markmiðið eins og við tölum á þetta að þroska eggið, búa það undir það að því sé sleppt og sótt af eggjaleiðara. Það myndast þar corpus luteum með eggjastokkinu sem seytir prógesteróni og við erum að horfa á að FSH-gildi sem svona dálítið í aðalhlutverki varðandi annað sem við skoðum á eftir. FSH frá heiladinglinum að hvetja eggbúin til dáða, hækkar östradiol eins og við sjáum sem síðan fellur við egglos að einhverju leyti rís og reyndar aftur. Og eins og tölum áðan að gulbúið það framleiðir prógesterón sem hækkar og undirbýr slímhúðina fyrir það að taka á móti frjóvguðu eggi. Og ef ekki frjóvgast egg þá hrörnar síðan þetta gulbú með þeim afleiðingum að prógesterónin fellur og við sjáum að slímhúðin sem búin að þykkna í gegnum tíðahringinn, hún losnar frá í tíðablæðingu. Nú, hvað eru tíðahvörf? Það ákveðnar skilgreiningar í tengslum við það og það eru annars vegar
þetta sem við kallum snemkomin tíðahvörf, þar sé að tíðahvörf sem eru komin áður en þau eru raunverulega að vera komin. Við getum sagt að skilgreiningin á tíðahvörfum er raunverulega það að kona hafi ekki haft blæðingar í 12 mánuði. Og þetta er eðlilega að gerast á bilinu 45 til 55 ára og meðalaldurinn liggur þarna einhvers staðar í 51 ári. En við getum verið með bæði snemkomin tíðahvörf iatrogen, það er að segja sem beina afleiðing af því sem við erum að gera, annars vegar geislameðferð í sambandi við krabbameinsmeðferðir. Við getum fengið áhrif á eggjastokkarna í gegnum lyfjameðferðir. Nú brotnám eggjastokka er hlutur sem að bæði getur gerst vegna illkynja sjúkdóma en líka núna kannski sífellt meira í sambandi við fyrirbyggjandi aðgerðir vegna erfðaáhættu í gegnum BRCA mútasjónirnar og önnur snemkomin tíðahvörf sem nú raunar svo sem eitthvað sem er viðsnúanlegt þegar við erum að nota gonadotropin releasing hormón agonista til þess að hafa áhrif á þetta hormónastýrikerfi. Og svo kemur þetta sem við tölum sem óútskýrt, það að segja að þetta virðist liggja einhverju leyti, getur legið einhverju leyti í ættum og stundum er þetta bara algjörlega eins og þrumóðrískir lofti, algjörlega útskýrt. Og svo tölum við að það er meðalaldurinn við tíðahvörfum 51 á við eðlileg tíðahvörf. Hvernig greinum við tíðahvörf? Þetta er skýringarmynd sem ég ætlaði mér að skýra Þetta er eins og við tölum ábyggilega síðast líka. Þetta er þægileg greining að því leytinu til að þetta er alveg eins og þetta sem við sjáum hérna á myndinni. Þetta er langt skaft og þverspýta neðst og út úr þverspýtunu standa stíf hár. Þetta er eins og hver maður getur séð. Þetta er strákústur. Alveg eins og við getum sagt lýst fyrir hvort öðru dýri með mjúkar loppur, skarpar klær, kampahár og mjúkar feld, fer sínar eigin leiði. Við sjáum þarna ákveðið munstur og við föttum strax, aha, þetta er köttur. Og alveg eins er það með tíðahvörfin að ef við erum með greiningin í sjálfu sér einföld. Þannig að alveg eins og þetta er kústur og þetta sem ég var að lýsa áðan er köttur og þá er þetta kona í tíðahvörfum. Við erum með kona á réttum aldri og með rétt einkenni og þá er í sjálfu sér kannski ekkert óskaplega margt annað sem við erum að fást við. Þetta með ákveðnum undantekningum og það er ekki hægt að stimpla alla konur með skrítin einkenni á þessum aldri sem konur í tíðahvörfum en sem sé. Flestar konur að öðru leyti með dæmigerð einkenni eru konur í tíðahvörfum og það er spurning hvernig ætlum við að nálgast þetta betur, hvernig getum við útilokað að þetta sé eitthvað annað eða hvernig getum við greint að þetta sé þetta. Og þá er spurningin, getum við skoðað þetta eitthvað í blóðprufum? Og svarið við því liggur í því að á þessum tímabili þá eru töluvert miklar sveiflur bæði á östrogeninu sem er að falla, þar sem að eggjastokkarnir eru smá saman að minnka framleiðslu sína. Þetta kallar á að undirstúkan og heiladingullinn starfa á yfirsnúningi og öðru hvorum, örva eggjastokkarna með því að seyta sínum stýrihormónum. Svo það er eins og segja, mjög mikil sveifla á þessum hormónum og stýrihormónum á þessum tíma. Það eru til ýmsar rannsóknir sem við getum notað til að meta virkni eggjastokkanna og eins og við erum að tala hérna meðal annars anti-Mullerian hormón, inhibin A og B, antral follicle count sem er ómskoðunargreining og svo FSH, follicle stimulating hormón, þetta er eitt af stýrihormónum fyrir eggjastokkanna. En þessar mælingar hafa í sjálfu sér enga þýðingu í þessu samhengi sem við hugsaum hérna með tíðahvörfina því eins og segi, það eru það mikla sveiflur í þessum hormónum að það er algjörlega háð í hvar á kúrfunni við lendum í mælingunni. Við getum fengið algjörlega eðlileg östrogen og séð í mælingunni en konan er einhver síður á tíðahvarfaskeiðinu bara út frá einkennunum.
Þetta hefur meiri þýðingu þegar verið að meta konur í frjósemishugleiðingum og þetta algjör óþarfi að vera að mæla nokkuð skapaðan hlut hjá konum sem eldri en 45 ára. Má hafa þetta í huga hjá yngri konum, þá kannski sérstaklega FSH-mælingin, en einkennin í raun og veru nóg til þess að setja greiningu. Hvaða áhrif eru þessar breytingar hafa? Hvaða áhrif erum að tala um? Við erum að tala um vasomótor einkenni. Við erum að tala um þessar hitasteypur og æðaútvíkkun sem þessi dæmigerðu einkenni. Við förum að sjá rót á blæðingu. Virk eggbú fer að verða færri og egglósið fer að verða stórbulla og fyrir vikið þá fara blæðingarnar að vera stórbulli. Það þrátt fyrir það ákveðin áhrif frá því estrógeni sem að myndast í eggjastokkunum á meðal annars slímhúðina í leginu. Það getur orðið til þess að þegar að blæðingarnar fara á stað, þá geta það verið svolítið gassalegar. Við förum að sjá skapgerðarbreytingar hjá sumum konum. Ég hef alltaf sett stórt spurningamerki við hvort skapgerðarbreytingarnar séu bein afleiðing af því að hormónurnar séu að falla eða hvort þetta sé eins og við sjáum bara hjá fólki sem með skertan svefn, og skertur svefn eitt af því sem stórt vandamál, eða getur verið stórt vandamál hjá þessum konum. Skertur svefn að hafa áhrif á mjög marga hluti sem að koma fram í líkamlegum einkennum. Það eru verkir, það eru skapferðisbreytingar. Eftir tíðahvörfum þá eykst niðurbrot beina. Við erum vissulega farin að sjá eftir að beinmassin nær ákveðnu hámarki í kringum 25 til 30 ára aldurinn, að þá sjáum við smá saman gisnun á því, en þessi gisnun verður hraðari eftir tíðahvörfum. Við förum að sjá augnatíðni á hjarta- eða sjúkdómum. Þannig að kvenhormónið virðast að einhver leyti verja konur fyrir hjarta- og æðasjúkdómum og viðhalda ákveðnum beinmassa. Hvað erum við að tala um? Við erum að tala um tímabil sem allar konur gangi gegnum þetta. Uppi staðan helmingur mannkyns. 8 af 10 þessara kvenna hafa einhver einkenni. Við erum að horfa til þess að 2 af 10 hafa verulega truflandi tíðahvarfaeinkenni og 10% þeirra kvenna sem hafa tíðahvarfaeinkenni eru með einkenni í alltaf 12 ár. Svo við erum að tala um einkenni hjá stórum hluta, við erum að tala um töluverð einkenni hjá umtalsverðum hluta og við erum að tala um langt tímabil. Og hvað getum við gert við þessu? Þetta í grófum dráttum það sem við höfum upp á bjóða. Það er hormónameðferð. Þetta SERM sem Selective Estrogen Receptor Modulator, sem kallar. Tamoxifen raun og veru eina slíka þannig lyfið í markaðnum. Til annað sem heitir Raloxifen, með heppilegri verkanaprófíl, því að það örvar ekki legslínuna eins og tamoxifen gerir. Og fyrst og fremst hugsað með ávinning fyrir beingisnun. Það hægt að nota geðdauðalyfin, sem non-hormonal meðferðin, svo ekki hormónameðferð sem við getum búið upp á, SSRI, SNRI-lyfin, nýlegri geðdauðalyfin, klónidín og svo fítóöstrogenar eða ísoflavonar. En þessi lyf eru í sjálfu sér ekki fyrstu línu meðferð við tíðahvarfaeinkennum, en eru sannarlega gott verkfæri fyrir konur sem af einhverjum orsökum ekki mega nota hormónum. Þetta ártal dálítið áhugavert, því 2002 er að koma niðurstöður úr risastórri rannsókn, sem svo kallaði Women's Health Initiative rannsókn. Þetta sem sé eftirfylgni rannsókn á gríðarlega stórum hópi kvenna, verið að skoða með tilliti til ýmsra heilsufarsmála. Og þetta er rannsóknaruppleggið. Og sem sé þetta alveg gríðarlegur heildarfjöldi af konum. Við erum annars vegar með kontrolleraðar rannsóknir
Við erum með hormónameðferðir, hérna er verið að skoða kalsíum og D-vítamín og hérna er verið að skoða áhrif mataræðis og svo ertu hérna með bara hóp sem er raunverulega bara observations hluti. Þetta er eins og ég skilaði ekkert inngrip inn í þennan hóp í sjálfu, hún bara fyllt eftir. Það er verið að skoða með tilliti til forvarna fyrir hjarta- og æðasjúkdómum, brjósta- og ristilkrabbamein og beinþynningarbrotin hjá konum eftir tíðahvörf. Þessi rannsókn hófst 1991 en lauk 2005. Þetta er eins og við erum að sjá, þetta er gríðarlega stór rannsókn og stór orð látin falla. Það voru, eins og þetta stendur, þá var þetta bara rannsóknin sem átti að enda allar rannsóknir. Og engin rannsókn átti eftir að verða betri eða gegnsærri heldur en þessi rannsókn. Það var ekkert feimnið í stóru yfirlýsingarnar. Hérna erum við að horfa á hormónauppbótarmeðferð hluta þessara rannsóknar. Og við erum með konur skipt í hópa, annars vegar þær sem hafa farið í lægnám og hins vegar þær sem ekki hafa farið í lægnám. Báðum hópunum sé skipt upp í hormónalyf, hópinn sem tekur hormónalyf og hann sem placebo og konurnar sem ekki voru búin að fara í lægnám, þá fá sem sé östrógen og prógesterón, meðan konurnar sem voru búin að fara í lægnám, þær fengu östrógen eingöngu eða placebo. Hverju voru niðurstöðurnar þessu? Hérna erum við að horfa á niðurstöðuna úr þessari rannsókn. Við erum að horfa á að annars vegar erum við með hópinn sem fékk östrógen og prógesterón og hins vegar erum við að horfa á hópinn sem fékk eingöngu östrógen. Og sjáum við að það virðist vera aukin hætta á kransæðasjúkdómum, aukin hætta á strók og virðist vera talsvert aukin hætta á djúpum trombósu hérna. Og svo brjóstakrabbameini og þetta brjóstakrabbamein var hlutur sem að fólk svona allt eins reiknaði með að gæti komið út úr þessu. Við vitum að östrógen hefur áhrif á kirtilefin, þannig að þetta var hlutur sem menn voru mjög vakandi fyrir. Og þessi rannsókn var mögnuð að því leytinu til að það var farið í gegnum efniviðinn reglulega á þessu tímabili og það voru ákveðin cut-off point fyrir hvenær átt að hætta rannsókninni ef útkoman yrði verri. En eins og ég segi, hérna sjáum við, þetta virðist liggja bara ljóst fyrir, þetta er bara stór hættuleg meðferð, við erum að horfa á að við erum að auka hættuna á ýmsum hlutum. Ef við horfum á östrógeni hópinn eingöngu, þá er þetta aðeins öðruvísi prófíl og þá virðist vera eins og konur sem eingöngu fá östrógen séu í minni hættu að fá kransæðasjúkdóm og strók. En djúpinu trombósu hættan er ákveðin aukin. Það sem kemur virkilega óvart er raunverulega að brjóstakrabbameinstíðnin virðist vera lægri af þeim sem fá östrógen eingöngu. Þessu var slegið upp með stórum fyrirsögnum og talað að tíðahvarfameðferð auki hættu á kransæðasjúkdómum 29%, heilablóðfallum 41%, brjóstakrabbameinum 26%. Stór orð og þessu var slegið upp mjög fast og örugglega í öllum fjölmiðlum og verður bara til þess að stúdían stoppa. Þessi umfjöllun hafði mikil áhrif á notkun kvenhormónum við tíðahvörfum frá þessu ári. Vissulega hafði ávísunin mögulega verið dálítið frjálsleg fram að því, það var nánast engin kona eftir 45 ára sem fór frá læknum sínum að þess að vera með uppskrifað hormónauppbótarmeðferð. Ef við skoðum síðan aðeins þessa rannsókn, menn ráku eiginlega upp stór augu af því að voru búin að koma margar rannsóknir sem virtust sýna fram á því gagnstæða. Það virtist geta haft góð áhrif á hjarta-æðakerfið, það virtist geta haft góð áhrif á beinmassa og ekki þessi slæma áhrif sem við vorum að tala um. Menn fóru eitthvað að skoða nánar rannsóknir og kemur í ljós að þegar þessi hópur er skoðaður og þá er meðalaldur þeirra sem byrja rannsóknina 62 ár sem er töluvert hærri aldur heldur en þessi dæmigerða kona sem er að koma vegna tíðahvarfaeinkenna. Eins og við talum áðan, tíðahvörfin er hérna kringum 51 árið, þannig að þessar konur að koma 10 árum seinna að jafnaði.
tími frá því tíðahvörfin áttu sér stað og voru í stórum parti meira en 10 ár. Og meðferðartíminn var undir 8 árum. Einhver hluta vegna ákváðu að taka út, taka út hópinn sem var með tíðahvarfa einkenni að formi flushing, æðavíkandi áhrif. Í heildina voru þetta nokkuð sambærilegir hópar hvað þyngdina var að þetta voru konur í eðlilegri eða léttri yfirþyngd. Observationsstúdíuna hins vegar með talsvert yngri konur, bilinu 30–55 ára. Tími frá því tíðahvörfin áttu sér stað var styttri og þessar konur notuðu meðferðina í fleiri ár og voru með þessi dæmigerðu einkenni. Þannig að jafnaði voru konur í WH rannsókninni eldri, lengra frá tíðahvörfum og þyngri en konur í observationsstúdíuna. Lítillega þyngri, það er ekki víst að það skiptir svo miklu máli þessu samhengi. Ef við skoðum aftur samanburð á rannsóknartíðinni, við erum að horfa á kransæðasjúkdóma. Þá kemur í ljós að niðurstöðurnar ef við skiptum rannsóknarhópnum niður í aldurshópa, það er að segja eldri en 60 ár eða yngri en 60, þá virðist koma í ljós á þetta, þá sjáum við aftur þetta munstur sem var þekkt frá observationsstúdíum áður að þetta virtist hafa góð áhrif á beinmassa og hjart- og æðakerfi. Og þessar niðurstöður, þær gáfu grundvöll fyrir kenningu sem var, það myndist þarna gluggi möguleikana til þess að hafa áhrif á kransæðasjúkdóma og overall mortality, þar að segja. Þessi glæra hérna er alveg hræðileg, ég bara biðst afsökunar á henni fyrir framan hérna. Hérna erum við að horfa á heildarrannsóknina og við sjáum að í sambandi við allan aldur, þá virðist hættan á kransæðasjúkdómum ekki vera minni, þar að segja relative risk er raunilega bara nálægt 1. Ef við skiptum stóra hópum upp í aldurshópa undir 60 eða yfir 60, þá er prófílinn heppilegri fyrir konur undir 60 en áfram engin áhrif á konur yfir 60. Og þetta er meta-analýsa. Hérna ef við skoðum síðan WH rannsóknina, þá erum við að horfa á konur sem annars vegar eru á östrogeni og progesteróni. Og allt ber þetta saman brunni að það eru, skal ég segja, við virðist hafa ávinning af lengri notkun á hormónameðferð. Í sambandi við almennt overall mortality þá er ávinningurinn líka betri ef þú ert fyrr á ferðinni með hormónameðferð. Þannig að þetta er raunverulega styður hérna þetta virðist hafa áhrif á dauðsfall af öllum orsökum og eins og áður er engin áhrif á heildartíðin, margt lægra fyrir bæði kransæðasjúkdóma og overall mortality. 39% hjá konum undir 60 ára og innan við 10 ár frá tíðahvörfum. Og það var hluti sem hafði líka sést í annar rannsókn sem var svo kallaðar Nurses Health Study sem var stór observationsstúdía og tók yfir 230.000 þátttakendur og rekur sögu sem er raunverulega alveg aftur til 76. Hvaða áhrif erum við að tala um? Við erum að tala um áhrif á æðakölkun og það verður misvísandi niðurstöður og mismunandi rannsóknaraðferðir. Rannsókn frá 2003 virtist ekki sýna áhrif á myndun æðakölkunar. Það er svo kallega Wellhart rannsóknin. EPAT rannsókn 2001 sýndi að hægði á æðakölkun bæði í mann- og dýrarannsóknum og virðist benda til þess að þetta kom í veg fyrir æðakölkun en þetta vinnur ekki á æðakölkun sem er til staðar. Þannig að heilbrigða æðaþelsku upp að meðferð vil skipta máli sem er stórt atriði í sambandi við að byrja
á réttum tíma til þess að hafa áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma. Þannig við virðumst með langtíma hormónameðferð geta haft jákvæð áhrif á og virðist vera ávinningur bæði með tíma og virðist vera verndandi samkvæmt hvað kransæðasjúkdóma varðar. Og þá spurning þá, hvaða aðrar fyrirbyggjandi meðferðir höfum við hjarta- og æðasjúkdómum? Það eru til nokkrar rannsóknir. Við erum að horfa á hormóna meðferðina sem að sjáum virðast hafa verndandi áhrif í sambandi við hjarta- og æðasjúkdóma. Svo erum við með fitulækkandi lyfi. Virðist að einhverju leyti vera minnkuð tíðni hjarta- og æðasjúkdóma en ekki að sama skapi eins og hormónalyfin. Statínin virðast ekki hafa teljandi áhrif. Aspirín hefur engin áhrif. Og í stuttu máli þá eru hormónalyfin það sem að kannski virðist vinna mest með konum í sambandi við að fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma. Til þess að renna stoðum undir þessa kenningu, að það sé þarna þessi gluggi, var hafin rannsókn árið 2004 sem að randomiseruð stúdía sem að átti að renna fótum undir tilgátuna á áhrif aldurs upp á hormónameðferðar. Og þar var verið að meta carditis intima media thickness, þykkt carditis í intima og media lagi kransæðasjúkdómana með segulómum og sekúndær endapunktur á þessum var vitsmunaskerðingar. Þær niðurstöður sem hafa verið birtar úr þessari rannsókn renna stoðum undir þessa kenningu. Annar hlutur sem er mjög oft í umræðinu er þetta með hormónauppbótarmeðferð og brjóstakrabbamein. Við sáum áðan að hormónauppbótarmeðferðin, hvort sem það var nú sérstaklega hjá konur sem eru með samsetta hormónalyf, þar segja östrógen og prógesterón, þá virðist vera aukin hætta á brjóstakrabbameini. Það sem kom eins og segja óvart var að konur á östrógen eingöngu virðist ekki hafa þessa auknu hættu á að greinast með brjóstakrabbamein. Ef við skoðum aðra meðferð í sambandi við hjarta- og æðasjúkdóma, til dæmis blóðfitulækkandi meðferð, þá er sambærileg aukning í brjóstakrabbameini hjá konum og blóðfitulækkandi meðferð eins og á konum með hormónameðferð. Og þetta í hvort tveggja er vissulega mjög óveruleg hækkun, en annað sem er mjög áhugavert og hlutur sem við þurfum að hafa í huga er að hjá konum sem eru með BRCA1 eða 2 mútasjónuna og fara í prófílaktist brottnámsvækistökum, og þá virðist ekki vera aukin hætta á því að greinist með brjóstakrabbamein þó svo að þeir fái uppbótarmeðferð með hormónum. Nú, í kringum 2015 í nóvember birtu þess vegna NICE leiðarvísi hormónameðferð. Þetta eru mjög aðgengilegar leiðbeiningar og þær eru á netinu og síðast uppfærðar í desember í fyrra. Annars vegar þessar leiðbeiningar sem eru stuttar og laggóðar, og hins vegar þessar sem eru allar leiðbeiningar bæklingurinn sem talsverður doðrantur, 200 blaðsíður. Og ástæðan fyrir þessar leiðbeiningar voru birtar voru raunverulega þær að þessi meðferð var, eins og við töluðum áðan, sem hefur stór áhrif á stóra hluta kvenna, hefur raunverulega verið tekin frá konum og sennilega ekki öllu leyti á réttum forsendum. Þessar leiðbeiningar eru mjög öflugt verkfæri til að koma meðferð við tíðakörfum inn á kortið aftur og inn í eðlilegan farveg. Og stóru afleiðingarnar af WHI rannsókninni eða niðurstöðurnar var þessi ofboðslega hræðsluáróður að
að hættan á því að nota hormónalyf væri stórkostleg, sem við séum margbúið að sýna fram á að er ekki. Og þetta er meðferð sem getur bæði bætt lífsgæði og lífslengd og þetta getur bætt heilsu bara almennt. Hvernig eigum við að ráðleggja konunum okkar í sambandi við hormónauppbótarmeðferð? Ég tók niður þessar töflur hérna og þetta er svo sem eitthvað sem hægt er sem getur alveg legið frammi ef fólk vill nálgast þetta, getur bara haft samband við mig. Þetta er í raun og veru, hérna erum við að horfa á raunverulegar tölur. Þá erum við að horfa á hvaða áhrif östrogen meðferð hefur á ýmsa hluti. Hérna erum við að horfa á töfluna fyrir kransæðasjúkdóma og þá sjáum við að konur sem eru á östrogen eingöngu, fyrir hverjar 1000 konur, 7,5 ára eftir 10 hvarf, má reikna með að það séu 6 færri sem fá kransæðasjúkdóm sem nota hormóna. Það er engin gögn til hormónameðferð fyrir 5 eða 5 til 10 ár, en það er til gögn fyrir konur sem eru meira en 5 ár síðan að hættu á meðferð og þar virðist niðurstöður benda til þess að það séu 6 færri. Östrogen eingöngu þýðisrannsóknin sýndi 6 færri og ekki til neikvægni í sambandi við langtímameðferð. Östrogen og prógesterón, þar komu fram í randomísöru kontrollstúdíunni 5 fleiri, ekki til fyrir þýðisrannsóknir. Hérna erum við að tala í sambandi við heilablóð, blóðfall, heilaáfall, strók. Þetta er tafla sem að sýnir að einhverju leyti fleiri konur, en höfum það í huga að stór hluti af þessum niðurstöðum liggur fyrir eftir þessa WHI-rannsókn sem konur voru að byrja á meðferðinni seinna. Og lokum í sambandi við beinþynningarbrót þá sjáum við að það eru veruleg, þetta eru hærri tölur allavega per 1000, 23 færri sem eru með þessa grunna á hættum 69 per 1000 konur. Og eftirfylgdin hérna eru, mislöng, eins og við sjáum. Niðurstaðan á þessu tafsi mínu er að uppbótarmeðferð með östrogeni eða östrogen og prógesterón virkast á mest rannsakna úrræði við truflandi tíðahvarfeinkenni. Ef við byrjum meðferðina á réttum tíma þá minnkum við líkur á kransæðasjúkdómum. Má hafa það í huga líka og það er ráðlegging sem að þurfum að hafa í huga að hjarta- og æðasjúkdómar eru ekki frábending fyrir því að nota hormónauppbótarmeðferð hjá konum. En sem sé, við erum ekki að hafa áhrif á æðasjúkdóm þessara kvenna heldur fyrst og fremst að hafa áhrif á lífsgæði. Og það er það sem málið snýst við aukum umtalsvert lífsgæði þessara kvenna og heildarávinningurinn virðist klárlega vera mikið meiri heldur en áhættan við að nota þessi lyf. Og þetta var síðasta slaginn. Og ég þakka fyrir áheyrnina.